I will never be. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Staðan í leikjum kvöldsins í bikarkeppni karla Leiknir 1-0 yfir gegn ÍA. FH eru konur 1-0 yfir gegn Breiðablik í Pepsdeild karla þegar 22 mínútur liðnar og Þróttur Reykjavík er 1-0 yfir gegn Fylki þegar 50 mínútur liðnar þeim leik og í fjórudeild karla þar er Árborg konur 1-0 yfir gegn Hrunamönnum þegar 22 mínútur liðnar og Ímir og Skallagrímur staðnir það 0-0 eftir 24 mínútur leik. En nóg það, við ætlum að fara í handboltan og línuna er komin hann Axel Stefánsson, landsþjálfari kvenna sem að er í fullum undirbúningi fyrir undankeppni EM. Heill og sæll félagi. Sæll verðu. Hvernig hefur það? Það er mjög gott bara. Já, nú er bara undirbúningun hafinn á fullu hjá ykkur fyrir undankeppni EM. Já, við erum nú byrjuðum eiginlega þarna í mars, vorum í Hollandi og svo hefur verið að vinna í þessu núna síðustu vikurnar vorum við heima, vorum 2 vikur í Íslandi í júni og svo ætlum við að fara til Danmörku núna, Ísland og Danmörku núna í lok júli. Já, hvernig svona, þegar þú ert að undirbúa svona landslýshóp, það er náttúrulega ekkit alltaf sjálfgefið að þú getir kallað alltaf sterkustu leikmenn til og æfingar heldur. Nei, því miður hefur nú verið þannig að við hefum haft svolítið meðslum á leikmönnum okkar og það hefur náttúrulega, við höfum ekki það mikla breytt að við lendum oft í vandræðum þannig en núna förum við til Danmörku með mjög ungan hóp og það verður spennandi að sjá hvernig þær verða. Þú tekur með 2 nýlega inn sem hafa ekki leikið áður, það er Andrea Jakobsen og Fjölni og Perla Rut Albertsdóttir og Selfoss. Hvaða leikmenn er þetta fyrir hlustanda sem ekki vita hverja þetta eru? Andrea er gífulega efnileg vinstri skytta og við höfum verið að skoða hana fyrir framan hjá okkur í 5-1 varnarleik og við erum að skoða hvort við getum beitt því og hún hjálpa okkur þar, hún hefur spilað það með 19 landsliðinu. Og mjög spennandi að við verðum að spila vel með Fjölnir í fyrstdeildinni næsta ári, síðast ári, verður gaman að sjá hvernig hún verður í úrvalsdeildinni næsta ári. Hvernig hún tekur það að fara upp í ólisteildina og það verður spennandi. Svo er Perla línumar, svona öðruvísi típa en við erum haft, lítil, snögg, sterk og hefur haft gífurlegar framfærið síðasta ári, æfir mjög vel og er mjög spenntur að sjá hana. Arna Sif er föst í Ungverjalandi með sínu liði á þessum tíma, þannig að við fáum tækifæri til að skoða Perluna í þessum 2 leikjum. Það er ekkert langt síðan, hún byrjaði bara í handbolta. Ég tók einhvern tíma viðtal við hana og hún sagði að það hefði byrjað í handbolta fyrir 3 árum síðan. Já, það passar. Það er 3 ár og við tókum hana inn sem varamann, ég og Jónatan, inn í hópinu okkur í ágúst í fyrra og þá var langt í land en hún hefur tekið gríðarlegum framförum og vinnur vel í sínum málum og við hefum verið að skoða nokkur, við skoðum Elena Birgisdóttir frá Stjörnunni í Hollandi og svo ætlum við að skoða Perlu núna, það er fleira ungar efnilegar að koma upp. En það er náttúrulega ekki bara þið sem eru í fullum undirbúningi, það eru fullt af yngri landsliðum að spila núna á vegum Íslands. Veistu eitthvað hvernig þeim búin að ganga svona yngri landsliðunum? Sko, það yngri kvennalandsliðin er ekki byrjuð að spila svo mikið í sumar en þau fara á stað, 17 landslið er að fara í lokamót, 19 landslið er að fara á Norðurlandamót og þessi mót eru núna í lok, þess að 19 liðið fer núna miðjan júli og svo aftur 17 landsliðið í lok mánaðarins og það verður mjög spennandi að sjá hvernig þessi lið koma til með að gera, hvernig þeim gengur á móti þessum liðum og þetta er mikið reynsla fyrir þess að leikmenn að fá að spila móti erlendum mótherjum og öðruvísi handbolta og þetta eru mikilvægir leikir fyrir okkur. En svona framtíðin í íslenska kvennalandsliðinu er að koma svolítið ný kynslóð upp sem er að svona, byrja að óta inn að komast í landsliði? Já, eins og segi, við náttúrulega höfum verið í ákveðnum meiðslum með lykilmenn eins og Rut Jónsdóttir hefur verið mikið meitt frávegna höfuðmeiðsla síðasta árið saman með Karinni Knúsdóttir sem hefur verið Hrafnhildur Hanna Selfissingur hefur verið sleitt krossbönd og þannig að við hefum verið svolítið neittir til að skipta og henda þessum ungu leikmönnum út í djúpulaugina.
og ég vona nú að við séum komið svolítið kjarna af leikmönnum og það eru margir leikmenn sem eru að vinna virkilega vel í sínum málum. Þannig að það eru mjög margar spennandi. Við nefndum Andreu áðan og Perlu og Lovísu Tómsson, við erum með Helenu Örvarsdóttir og Ragnheiði Júlíusdóttir og fleiri sem eru virkilega lofandi leikmenn og ég segir, eru mjög ungar og þessi leikmenn sem búin að spila lengi í Ólistildinni, þá eru þetta leikmenn sem eru mjög ungar og fædda 97 og það eru leikmenn sem ættu kannski núna að vera svona detta inn í æfingahóp í landsliðunum en hafa kannski verið að spila með okkur undan fyrir ár og áður en ég tók við það voru að konar inn með þessu. Það verða 8 lið í Ólistild kvenna núna ári. Hefur viljað sjá fleiri félög eða er þetta nú passlega mikið? Ég held að það sé passlega mikið eins og staðan er núna, svo vonandi bara breytinu sem kalla boltanum og þetta fjölga svona með tíð og tíma. Það var gríðarlega spennandi í fyrra og allir leikir voru spennandi þannig að ég held að þetta sé mjög flott eins og þetta er núna og svo vonandi breytin og þá getum við stækka úrvarsdeildina og svo það komið fleiri lið upp. Já, nákvæmlega. Það búið að tala svolítið í handboltanu, það er að aukast alltaf meira og meira handboltaiðkun hér og þar á landsbyggðinni en það verður kannski það ekki svolítið skemmtilega að fara að fá einmitt svona kannski fleiri meistaraflokka svona eins og frá Austurlandi og fleira. Klárlega, það var mjög gaman að fara að fá fleiri lið bæði frá Austurlandi og Vesturlandi og inn í deildarfyrirkomulagið og það er náttúrulega vonandi að það svo útbreiðsla sem handboltinn hefur verið í að hún skýlir sér inn í deildarkerfið og við sjáum að það eru fleiri og fleiri lið að koma inn og það eru fleiri ungmennalið að koma inn og ég held að það eitt bara skila meiri breidd og vonandi koma bara fleiri nýlið inn líka. En hvernig er svona þróunin til dæmis eins og Norðurlöndunum kvennaboltinn hefur verið mjög öflugur einmitt svona í kringum okkur? Já, kvennahandboltinn hefur verið mjög öflugur, hefur verið mikill í framför og við sjáum það að þetta eru fleiri og fleiri sterkari deildir að koma upp og bæði skandinavísku deildirnar í Noregi, Danmörk og Svíþjóð eru mjög sterkar og svo er Austur-Evrópa, þar eru gríðarlega margar góða deildir, ungarska deildin er sennilega svo besti í heiminum akkurat í dag. Franska deildin eru sterkar og sterkar, rúmenska deildin er með nokkur svona topplið og svo, já, þannig að það eru fleiri þjóðir og mikil útbreiðsla á handboltanum í heiminum í dag, og sérstaklega í Evrópu. Já. En hvernig með svona eins og hérna heima, það er að fjölga liðunum, þannig að framtíðin er nokkuð björt, má segja. Já, eins og segi, 19 landslið okkar hefur verið að gera það mjög gott og við sjáum leikmenn sem eru bara mjög góðu róli með að sína bestu jafnaldra út í heimi og það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig við náum að byggja þessa leikmenn upp til að taka þessi skref upp í A-landslið. Það er náttúrulega það er stór munur frá unglingalandslið upp í A-landslið og við þurfum að byggja og nota tíman vel til þess að fá þessa leikmenn sem bestar þegar það koma þangað. En ef þú gerist atvinnumaður út í heimi í kvennaboltanum, getur þú lifað á því? Já, það er í þessum bestu deildum eru þetta leikmenn sem eru að lifa á mjög góða launum og þú getur bæði farið út og lifað og lagt til hliðar og svo getur þú farið út og lært og spila handbolta og haft það bara nokkuð gott og þannig að það er í flestum þessum deildum í Evrópu, við séum bæði hérna í Skandinavíu og Mið-Evrópu og Austur-Evrópu, það getur haft mjög góð laun við að spila handbolta. Það er að leika sér með áhugamáli sitt og vinna að því, það er náttúrulega draumur flestra. Já, það er náttúrulega aðeins erfiðara, kannski ef við sambarilegt, þó að sé náttúrulega alltaf verið að leggja meira og meiri pening núna inn í íþróttina af ríkinu.
þá þetta ennþá svona svolítið mikil sjálfboðavinna hjá, eða ekki leikmönnum á Íslandi? Jú, það náttúrulega því miður þá staðan bara svo að ennþá þurfa leikmenn að vinna hart af því að fá að borga fyrir ferðir og slíkt þegar verið að fara til útlanda og það sér náttúrulega stór mun frá því að vinna fyrir norska samband þess að leikmenn fá allt borgað og slíkt en sama skapi held ég að það gerir það verkum að leikmenn leggi bara enn harðar að sér. Já, nákvæmlega. Og það, en ekki það náttúrulega hefði maður óskað þess að var eftir að koma meira á móts við leikmenn þegar það er í landsliði getur að vera útgjöld fyrir það. Já, nákvæmlega. Axel Stefánsson, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Þið spilið það ekki núna bara í lok júlí þegar, hvenær kemur hópurinn svona saman? Við komum saman í Reykjavík 2004, mánudaginn 2004 og æfum til miðvikudags, þá förum við til Kaupmannahafnar og æfum þar á 15. kvöldi og svo æfum við þar saman með Kaupmannahafnarliðinu á föstudag og spilum við þær á laugardag og svo spilum við sænsku meistarana Höra á sunnudag, þannig að fáum frábæra leiki og möguleika að æfa best aðstæður í Kaupmannahöfn er að setja upp rosalega flott prógram fyrir okkur og verður gaman að það Kaupmannahafnarliði var í úrslitaleikjunum í dönsku deildinni fyrra sem gríðarlega sterk og þannig að við fáum mjög sterka og góða mótherja bæði í leik og æfingu, þannig að það ætti ekki að gefa okkur mikið. Ég verða spyrja eina leiðilega spurningu svona í lokinu. Það svona leiðilega skemmtileg. Það aðstæður fyrir landsliðin okkar. Þetta náttúrulega ekki svona orðið svolítið tímabært að fara að bæta úr aðstöðu til æfinga fyrir landsliðin okkar í boltaíþróttum. Jú, það væri óskandi að við hefðum betri aðstæðu í höll og liftingaðstæðu sem við getum æft saman. Það mjög fínt þegar við getum haft höllina eins og á sumrin að það náttúrulega mjög gott gólf og liftingaðstæði í Laugardalshöll en á veturnar þegar allt á fullu þá erum við í vandræðum og það þyrfti ef maður geti komið með einhverja ábendingar þá myndi ég benda á að reyna að byggja upp aðstöður sem að nýtast öllum íþróttum, setja öllum inni íþróttum eins og körfubolta, handbolta og blak og fleiri íþróttur sem getur samnýtt þessu aðstæðu. Það er sennilega sjaldnast sem við erum á sama tíma og það er bara frábært hversu mikið af góðum boltaíþróttum og góðum íþróttafólki í Ísland á og það væri bara gaman að þetta væri að samnýta það og nýta reynslu hverjar íþróttar við getum okkur lært mikið af hverju annari. Já. Og ekki, bæði við þjálfararnir og leikmenn og annað, þannig að það var óskandi að við fengjum eitthvað slíkt upp en þetta snýst allt fjármagn og ég sé það ekki koma alveg á næstunni. Nei, nákvæmlega. Það var verið að gera núna breytingar í varðandi fjölmiðlum fyrir HSI, þannig að við getum núna fylgst með, það verður ekki lengur hjá RÚV. Veistu hvort það hefur eitthvað heyrt, hvernig verður kvennahandboltinn, verður hann sýndur jafn mikið á karlaboltinn, veistu það? Já, mér skilst það sé sýnt jafn mikið bæði á karla og kvenna og eigi að auka gríðarlega mikið af beinum útsendingum og svo verður þáttur það sem verður bæði karla og kvenna verður gert í uppskil á báðum kynjum og allavega eins og mér skildist á stjórnarformanni 365 á blaðamannafundinum þá hafði hún mikinn áhuga á kvennaboltanum, þannig að það verður vonandi alveg jafn mikið og þetta bæði karla og kvennaboltin hefur verið gríðarlega skemmtilegur síðustu ár, þannig að ég hef enga trú öðru en það verði gert jafn góð skil á hvort tvekja. Nákvæmlega. Það verður gaman að fylgjast með báðum deildunum í vetur og eins með bara fyrstu deildinar því að það hefur mikið að sterkum leikmönnum konar heim og í báðum deildum og ég veit ekki, ætla deildinar hafi nokkuð verið svona öflugur eins og að verða núna? Nei, þetta er mikið af frábærum leikmönnum koma heim og það verður virkilega gaman að sjá deildarnar og þetta verður veldig gríðarlega jafnt
og ég bara mjög spenntur að sjá þetta fyrir í gang, hvernig þetta verður og bæði hvernig á karladeildin var alltaf gríðarlega jöfn í fyrra og spennandi og ég held að það verður ekki síður jafnt í ár. Já, nákvæmlega. Axel Stefánsson, þjálfari kvennalandsliðsins, takk að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best áfram Ísland. Takk fyrir það. Takk sömuleiðis. SR. Já, bless. Já, það er mikið búið að breytast í leikjum kvöldsins frá því að viðtalið hófst. Skagamenn eru búin að jafna gegn Leikni Reykjavík í bikarkeppni karla. FH eru ennþá 1-0 yfir gegn Blikum í Pepsdeild karla þegar 37 mínútur liðnar. Þróttur Reykjavík er ennþá 1-0 yfir gegn Fylki. Árborg eru konir í 2-0 gegn Hrunamönnum í 4. deildinni. Daniel Ingi Birgjósson og Yngvi Rafn Óskarsson með mörkin og Ímir Skallagrímur þar 0-0 eftir 39 mínútur. En við ætlum næst að fara í frjálsar íþróttir og línunum skams verður hinn svaka snöggi Ari Bragi Kárásson sem hættir ekki að hlaupa hratt og það verður gaman að heyra í honum. Hann var að bæta enn eitt metið og það verður gaman að heyra í honum hér innan skams. Fara ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurlandi FM.